Já, velkomin aftur. Þau að tínast hérna í hús nokkrir Píratar sem að Sigurjón ætlar að ræða við hér á eftir. Það Birgitta Jónsdóttir sem var nú ein af þeim sem að stofnuðu Pírata á sínum tíma. Lenya Rún Tai Karim sem var í framboði fyrir flokkinn og líka formaður ungra Pírata og Þórólfur Júlían Dagsson sem búinn að vera Pírati held ég frá upphafi, hann sjómaður hérna suður með sjó og Alexandra Brím sem borgarfulltrúi Pírata. En Píratar eiga 3 borgarfulltrúa í Reykjavík og 1 bæjarfulltrúa í Kópavogi. En núna eiga þeir engan þingmann og Sigurjón ætlar að fara svolítið yfir svona stöðuna, kannski erindi flokksins, hvað hann hefur gert og svona og hvernig þetta fólk sér framtíðina og það ekki gefið að þau sjá hann öll með sama hætti. Herðu, en hérna, það áhugavert spjall hérna og gaman að sjá þennan hita sem að verður oft í umræðum öryggismál og ég ætla að reyna að fjalla svolítið það núna í vikunni. Það gott. En hérna, næsta sunnudag, þá hérna dagurinn fyrir Þorláksmessu og ég held að við munum bara ekki ná neinum hérna í hús til þess að ræða pólitík og þó að það sé nú gaman ef maður að búa til sörur eða eitthvað heima að vera með almennilega umræðu í eiranum, að þá höfum við svo mikið efni hérna, við framleiðum svo mikið efni hérna að við getum endursýnt eitthvað, þannig að við getum alveg lofa fólki að það munum vera eitthvað áhugavert sem við sendum út, það verður ekki sendt út þögn hérna. Nei. En svo vorum við að ræða það að vera kannski hérna með milli jól og nýjárs og þá það sunnudagurinn sem sagt dagurinn fyrir daginn fyrir gamlársdag, 29. desember, að hafa hér kannski svolítið svona stóran þátt og kannski fá til okkar hérna gesti sem hafa kannski komið oft til okkar og fara svolítið yfir árin. Við gætu kannski skipt þessu niður að vara gennum pólitíkina eða efnahagsmálin og utanríkismálin eins og hér. Var alveg tilefni til þess að taka alvöru umræðu um öryggismál og utanríkismál. Þannig að við finnum út úr því en þetta sem sagt síðasti þátturinn núna fyrir jól. Má ég segja eitt? Þannig að ríkisstjórnin sem að mynda að svona valkyrjustjórnir, ég set alltaf fyrir mig svona skitturna 3 sko. Það 3 kallar sem koma ekki sko, 3 konur og það að taka völdin skitturna 3. Ég held að í sögunni voru ekki skitturnar 3, svo bættist eiginlega aðalpersóna við sem var 4. Já, mér minni það. Þannig að það ef þú vilt kalla þetta skitturnar 3 þá mun eitthvað gerast sko. Það hafa náttúrulega verið líflega hérna kjörtímabili eins og kjörtímabilið hérna 83 til 87, nei 87 til 91. Það var ríkisstjórn Þorsteins byrjaði og síðan tók við ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar og hún var alls konar. En það var, þegar hann var utanríkisráðherra, þá boðaði hann til Steingrímur, boðaði hann til opins fundar stjórnmál í 8 salnum og sögu og ég fór þangað og hann sagði bara að Róm brennur. Það var hann að tala sko ríkisstjórnina sem hann sjálfur átti að þetta Róm brennur og svo snemmeti það verður stjórnarslit og í beinni útsetningu á Stöð 2. Það sem að Steingrímur og þetta nú alls konar sögur til umynda, ég held að við sagt þetta báðir frá þessu að ég man ekki hvort það var þannig að sko Steingrímur átti að fara í viðtal en Jón fór með honum sko. Það var ekki planað að þeir væru þarna 2. En þarna var hérna ríkisstjórn Þorsteins að bresta og þar var einmitt dæmi það hvernig sjálfstæðisflokkurinn hegðar sér alltaf öðruvísi í stjórnarsamstarfi heldur en aðrir. Að eitt af verkefnum ríkisstjórnarinnar Jón Baldvin var í fjármálaráðuneytinu var að setja á vask virðisaukaskattinn og breyta skattkerfinu. Það var margt sem þessi ríkisstjórn gerði og vaskurinn var settur á og þá var afnumið það að áður hafði verið söluskattur og þá var hann ekki á matvæli og það var kallað matarskatturinn og það var gríðarleg læti í samfélaginu þetta og meðal annars beindist að Jóni kasta eggjum í húsið sem við byggum í á Vesturgötunni og hann var að fara í gegnum svona mikinn storm og svo allt í einu kemur tilkynning frá þingflokki Sjálfstæðisflokksins að þeir vilja leggja af matarskattin. Þannig að voru búin að senda Jón í gegnum svona svipugöng í heilt ár. Þá allt í einu bara nei, við ætlum hættuð. En hann samt 14% af matvæli. Já, en ég mann svolítið eftir þessu tíma því að við vorum í blaðamennsku þá eins og þú ert ofta að segja þá var maður alltaf að reyna að fylgjast með
Og mér fannst alltaf eins og að það hafi verið grafið undan Þorsteini af samýrum hans í Sjálfstæðisflokknum, meðal annars með ráðleggingum þetta og fleira, þannig að það voru öflin í Sjálfstæðisflokknum sem að sópuðust í kringum Davíð Oddsson, sem að vildu grafa undan Þorsteini vegna þess að Davíð gerði það. Og þannig að svo vandi sem hann var í þessari ríkisstjórn var fyrst og fremst innanfrá. Og ég man alveg eftir þessu, það var Ólafur Ísleifsson, var aðstofamannars, einhvern tíma þegar ég var búin að tala við hann og lagði síman á og þá hugsaði bara, hvað er þetta? Þá hafði ég bara á tilfinningunni að þeir sætu þarna bara tveir og væru líklega þeir tveir í bænum eða í landinu sem að vissu minnst hvað var að gerast. Þannig að það Þorsteinn mikil sómamaður. Já, en það var mér fannst alltaf farið illa með hann. Og maður manni til svona myndum og svo sá maður svona Davíð Oddsson koma hlaupandi á fund. Það kom alltaf eitthvað sem út úr því sem reyndist Þorsteinn illa. Já. Þannig það engin annars bróður í leik. Nei, og þeir voru saman í Eimreiðaklíkunni, Þorsteinn og Davíð. En Þorsteinn hætti þarna. Já, og núna 1991. Já, og nú hans flokkur Viðreisn að fara að mynda ríkisstjórn, en flokkur Davíðs, Sjálfstæðisflokkurinn með Bjarnar Benediktsson í forystu, ekki að mynda ríkisstjórn. Þannig að Þorgerður getur aldeilis flett upp í Reynslubanka Þorsteins Pálssonar. Já, og það nú Sjálfstæðismenn tala að hann sé helst í ráðgjafinn og svona, en það alltaf verið að búa til. Það ein svona aðferð til þess að grafa undan stjórnmálafólki, alltaf að láta líta út eins og þau séu bara handbindi ykkur annara. Þessir hægri menn alltaf að segja Ólafur Ragnar og Össur séu einhvern veginn með Kristrún í bandi. Þetta líka svona karlrembu háttur sem náttúrulega yfirgengilegur í ef þú lest Reykjavíkurbréfin og svona, ótrúlegur karlpungaháttur. En það verður gaman að fylgjast með ef þessi ríkisstjórn verður, hvernig það mun kveikna í Reykjavíkurbréfunum og þau verða skrýtnari og eru svo skrýtið fyrir. Hvílir kannski Trump aðeins? Það skrifa mikið Trump. Já, og telur það líklega að það sé laust Sjálfstæðisflokksins til valda er að breyta Sjálfstæðisflokknum í repúblikanaflokk Trumps. Hann hrifinn af Meloni og hann hrifinn af Le Pen, hann hrifinn af Farage. Og það eru öflin í Sjálfstæðisflokknum sem að ná inn í miðflokkin sem að eru á þessari línu, en allar kannanir sem sína þetta eru alveg ótrúlegur lítill minnihluti og eina ástæðan fyrir þessum fegileika sem er í kringu þessa stjórnarmyndun er svona hugmyndum að þessi 13% minnihluti í samfélaginu sem hefur fengið að stjórna hér allt og lengi, allt og miklu, að hann sé að verða valdalaus. Það er alveg samanlegaður. Herðu, en við ætlum ekki að tala um pólitík við að koma jól. Býta eins. Og jólasveinan er hægt að sína þess að mynda helstu valdamönnum Íslands í langan. Þeir voru dabrir hérna, er þetta ekki í hádegisumræðunum? Já, hádegisumræðunum. Ósofni greinilega og ekki ekki alveg. Þetta er alveg svakar. Þeir eru að missa veldin. Herðu, en við ætlum ekki að tala mikið pólitík, en það er komin aðvenda og þú ert að fara að tala um pólitík. Jólasveinarnir konir í bæinn og Píratarnir eru frammi og ég ætla að fara og hleypa þeim hingað inn og þú ætlar að fá að vita hvernig Píratarnir horfa á söguna, stöðuna og framtíðina. Það verður gaman. Ok, eftir augnablik. Allir þættir Samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar